Það nötraði allt og skalf þegar gaskútar sprungu á þaki brennandi húss í Garðabæ í dag. Mikinn reyk lagði frá eldinum. Húsið er í byggingu og mannlaust. Engan sakaði en sjónarvottum var brugðið. Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins segjast vissir styrkleika evrópskra banka en á sama tíma féllu hlutabréf í stærsta banka Þýskalands 14%. Aðrir bankar lækkuðu einnig í verði. Innviðaráðherra boðaði aðgerðir í húsnæðismálum í fjármálaáætlun ríkisins sem verður kynnt eftir helgi. Áhersla verður lögð á hlutdeildarlán og uppbyggingu húsnæðis á viðráðanlegu verði. Ferðamálastjóri vill taka öryggi á ferðamannastöðum föstum tökum. Banaslysið við Glim kallar á að gera betur og laga hlutina eins og hægt er. Forstjóri TikTok satt fyrir svörum klukkustundur saman á Bandaríkjaþingi í gær. Bandarískir þingmenn hafa kallað eftir allsherjar banni á miðlunum. Gott kvöld. Eldur kviknaði í fjölbýlishúsi í byggingu við Ásabraut í Garðabæ í dag. Greiðlega gekk að slökkva eldinn en miklar sprengingar urðu þegar gaskútar á þaki hússins sprungu. Sjónarvottur segir sprengingarnar hafa verið skelfilegar. Já, við komum hérna fyrstir á Dalvíkur skógalíðinni og það var mikill eldur hérna upp á þaki og það var tilkynnt eina sprengingu þegar við vorum á leiðinni. Og svo þegar við vorum að lenda á vettvangi þá var annar gaskútur sem að sprakk þegar við vorum bara hérna rétt að koma að húsinu. Hvert flugu þessir gaskútar? Annar er nú bara hérna rétt fyrir aftan okkur og síðan er annar kútur hérna bara töluvert fyrir ofan, bara örugglega 30-40 metra frá húsinu. Sjáðu þennan gaskút hérna, hann er alveg krumpaður í döðlur, flaug hér frá þakinu þar sem kviknaði í og yfir strætóskýlið. Það er mesta mildi að það var ekki einhver hér á ferð. Já, ég var bara í herberginu mínu og síðan heyri ég bara eitthvað rosalega háa og ég fer upp og skoða þetta betur og síðan tek ég bara vídeó af þessu og þá kemur seinni stóra sprengjan og hún er bara alveg rosalega stór sko. Og kom alveg hiti inn gluggann og allir gluggar hristust. Varstu hræddur? Já, ég myndi segja það. Já. Ég lokaði öllum gluggum og það kom svo mikið reykur en það. Eldurinn læsti sig í klæðningu og brann niður með klæðningu, það fór engin eldur inn í húsið. En hérna, það eru nokkrar íbúðir sem eru fullar af reyk og við erum bara að ganga frá því að slökkva síðustu klæðurnar og reykresta. Já, það er alveg ljóst að það var mikil hætta á ferðum hérna, það var mikil eldur á þakinu og hérna mikil hætta sem skapaðist þegar þessi kútar sprungu. Voru menn farnir heim og vinnu í dag? Mér skilst að menn hafi verið að vinna við að bræða pappa á þak hérna og loki vinnu hérna í eftirmiddaginn og verið búin að yfirgefa vettvang, þannig að það var enginn á þakinu þegar eldurinn virðist hafa komið upp og þannig að það voru engin menn í hættu upp á þaki allavega. Innviðaráðherra boðar aukna áherslu á hlutdeildarlán og uppbyggingu almenns íbúðarhúsnæðis á viðráðanlegu verði í því skyni að auðvelda tekjulágum og fyrstu kaupendum að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Aðgerðir sem Seðlabankinn greip til síðasta sumar til að kæla húsnæðismarkaðinn hafa haft sín áhrif. Lengri tíma tekur nú að selja íbúðir sem fara á lægra verði en áður. Erfiðara er að komast í gegnum greiðslumat og fyrstu kaupendur mun færri fyrir vikið. Í stuttu máli er staðan bara ansi svört og eins og við höfum bent á núna í mörg ár að þá verður alltaf erfiðara og erfiðara fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn og það í rauninni er ógerlegt þessa dagana án þess þó að fá bara ríkan stuðning frá fjölskyldu. Innviðaráðherra tekur undir að staðan sé erfið og segir nauðsynlegt að ríkið stígi inn með meiri krafti en á liðnum árum. Og þau tæki sem við höfum er að í raun og veru að þið opinbera stígi aðeins fastar inn með meira áherslu á hlutdeildarlán fyrir þessa tekjulága, með áherslu á uppbyggingu frekari almennra íbúða þar sem við getum tryggt húsnæði á viðráðanlegu verði heldur en við þekkjum í dag. Og er þetta eitthvað sem við megum búast til dæmis í fjármálaáætlun eftir helgi? Já, þetta er hluti af því sem þar kemur fram, já. Ráðherra segir unnið að markmiðum að reisa 3.500 íbúðir á næstu 10 árum, til dæmis með því að gera samninga við sveitarfélög. Þegar hefur verið samið við Reykjavíkurborg.
Grænbók stefnu í húsnæðismálum liggur þá inni á samráðsgátt ríkisins. Ráðherra vonast til þess að með nýrri húsnæðisstefnu og samningum við sveitarfélög verði hægt að tryggja eðlilega uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á landinu. Ekki verður þó hægt að segja til hvort að þessar aðgerðir beri árangur í náinni framtíð. En það að slík stefna komi fram held ég að hafi áhrif á væntingar og þar að leiðandi hjálpi til við að hvetja til íbúðarbyggingar jafnvel þó að staðan sé erfið vegna þess að það mun þurfa húsnæði og eins hitt að menn fari ekki spólugefið sig og fari byggja alltaf mikið ef að þörfin ekki fyrir hendi. Áhyggjur fjárfesta af bankakerfinu í Evrópu komu fram í morgun þegar hlutabréf í stærsta banka Þýskalands og öðrum evrópskum bönkum féllu í verði. En leiðtogar Evrópusambandsríkja segjast vissir styrkleika bankakerfisins. Þeir hafa setið á fundi í Brussel í 2 daga. Þar fréttamaður RÚV, Björn Malmquist. Björn, þetta hefur væntanlega verið rætt ítarlega á leiðtogafundinum. Jú, sérstaklega í morgun þegar Christine Lagarde, framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, kom á fund leiðtogana hér í Brussel og leiðtogarnir voru með á nótunum stöðuna í bankakerfinu en þeir voru á einu máli styrkleika þess á blaðamannafundum sem þeir héldu þegar þeirra leiðtogafundi lauk hér hádegisbil. Við skulum heyra hvað tveir þeirra höfðu að segja. Les fondamentaux des banques européennes sont solides. Et nous pouvons nous féliciter de l'exigence de nos réglementations en la matière. Nous avons appris des crises passées et je dois dire que la zone euro est aujourd'hui la zone où les banques sont les plus solides car elles ont suivi de manière la plus scrupuleuse. Es hat sich gelohnt, dass wir in den letzten Jahren sehr strikte Regeln erlassen haben. Das Bankensystem ist stabil in Europa und die Europäische Union verfügt auf verschiedenen Bereichen, auch der Euro-Bereich, über Aufsichtsstrukturen, die strenge Regeln durchgesetzt haben und das hat sich jetzt auch bewährt. Og Scholz bætti reyndar við á blaðamannafundinum hérna í Brussel í dag að hann hefði engar áhyggjur af Deutsche Bank þótt að sá banki hefði fallið 14% þegar markaðir opnuðu í morgun. En það hefur væntanlega verið rætt eitthvað fleira á þessum 2 daga fundi. Mikið rétt. Úkraína var sjálfsögðu fastur liður eins og venjulega, búið að vera síðustu mánuð og síðasta árið. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, var í beinu myndsambandi frá Úkraínu þar sem hann ræddi við leiðtogana í gær og þeir lögðu líka endanlega blessun sína yfir stórt og mikið prógram sem að gengur út á að senda mjög mikið magna skotfærum til Úkraínu á næstu mánuðu. Það voru stjórnvöld í Eistlandi sem að lögðu þetta til fyrir aðeins 5 vikum síðan ef ég man rétt. Og þetta hefur gengið merkilega hratt fyrir sig í rauninni. Það var líka rætt stöðu flóttafólks og líka efnahagsmál í Evrópu til lengri tíma litið. En svo það þessi merkilega deila Þjóðverja og Frakka bifreiðar og orkumál sem ég held að myndi setja sitt mark á fundinn. Gekk það eftir? Jú, sko, athygli fjölmiðla hér í Brussel beindist mjög mikið að þessari deilu svona síðustu dagana fyrir fundin. Það var mjög mikið af fjölmiðlum hérna á fundinum síðustu daga. Það kannski má segja að þessi deila hafi ekki verið útkljáð svona þannig séð, en það var allavega fundin einhver farvegur, skilst mér, sem að allir eru annarkvort sáttir eða ósáttir við eftir því hvernig það litið. Það má líka segja að málefni bankakerfisins og umræðan í dag og náttúrulega síðustu daga hafi svolítið skikkt á allt annað hér á leiðtogafundinum. En það er nokkuð sem að þarf að fylgjast grannt með á næstunni. Björn Malmquist í Brussel, kærar þakkir fyrir þetta. Aftur heim. Ferðamálastjóri hefur boðað hagsmunaaðila í ferðaþjónustu til samráðs í næstu viku til að ræða öryggismál eftir banaslys við Glym í Hvalfirði í vikunni. Ráðherra ferðamála kallar eftir samráði við landeigendur og segir að tryggja verði öryggi við náttúruperlur landsins. Þegar banaslys eiga sér stað hjá gestum okkar, þá alltaf í því fólkin ákveðin orðspors áhætta. Auðvitað getum við ekki komið í veg fyrir allt, en við eigum sem gestgjafar að gera okkar allra besta. Lilja segir að eftir banaslys í Reynisfjöru hafi verið farið í miklar framkvæmdir til að tryggja öryggi ferðamanna. Það eru fleiri staðir sem við erum búin að merkja sem rauða og göngum í það verk. Fyrirtæki sem bjóða upp á ferðir til skemmri eða lengri tíma þurfa að fá leyfi frá Ferðamálastofu. Að hafa leyfi þá eru öryggisáætlanir og áhættumat hluti af því
og við þurfum bara að vera á tánum og taka þessi mál föstum tökum. Við spáum því að fjöldi ferðamanna árið 2030 eftir eingöngu 7 ár verði tvöfaldur á við það sem við spáum í ár. Og það er augljóst að við þurfum að halda vel á spöðunum og halda vel í taumana, sérstaklega hvað varðar öryggismálin. Ferðamálastjóri segir að banaslysið við Gleym sé litið alvarlegum augum. Þetta er náttúrulega ítið svolítið við okkur verður hvert við þegar svona gerist. Við lítum öll okkur nær og hvað getum við gert til þess að gera betur og laga hlutina eins vel og hægt er, og ég er að kalla saman núna strax eftir helgi til samráðs við hlutaðeigandi aðila. Var slysið kveikjan að því? Já, slysið var kveikjan að því. Hugmyndin er að landeigendur, lögregla, almannavarnir og fleiri skiptist á skoðunum hvernig bæta megi öryggi ferðamanna. Ég treysti auðvitað líka landeigundum að meta stöðuna með okkur. Við eigum að umgjörðin verður að vera þannig að það sé öruggt að skoða perlur landsins og það er verkefnið. Þeir staðir sem eru í okkar almannaeigu á að ganga harðar fram og grípa til aðgerða ef að aðstæður eru þannig? Já, hygglust, og ég er mikill talsmaður þess. Stærstu borgir Frakklands voru nánast eins og vígvöllur í mótmælum í gærkvöld. Karl Bretakonungur hefur frestað opinberri heimsókn til Frakklands vegna ástandsins í landinu. Ummerki mótmælanna í París sýna glögglega að hálfgerð óöld ríkti í borginni í gær. Það sama má segja aðrar stórborgir í landinu. Í Bordeaux var kveikt í inngangi ráðhússins og í Lille sló í brýnu milli lögreglu og mótmælenda. Á 500 voru handtekin í mótmælunum í gær og 100 lögreglumanna særðust. Mótmælin beinast sem fyrr að hækkun eftirlaunaaldurs í landinu úr 62 árum í 64. Macron átti von á heimsókn frá Karli Bretakonungi í næstu viku. Sú heimsókn hefði verið sú fyrsta sem Karl III færi í út fyrir landsteinana. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Si on doit tout annuler à cause des grèves, on ne fait plus rien. Donc je pense que c'est un peu dommage. C'était la première visite du roi. Moi, je regrette un peu que ce soit annulé. Voilà. Autant que les étrangers ne voient pas ce qui se passe en ce moment à Bordeaux ou en France. S'ils voient la France en dessus-dessous, c'est pas très bon pour nous quand même, hein? Non, vous trouvez pas? Innanríkisráðherra Frakkland segir mótmælin í gær þau hörðustu frá upphafi. Eftirlaunafrumvarpinu hefur verið mótmælt reglulega síðustu vikur og mánuði. Og mótmælin hafa stigmagnast eftir að franska ríkisstjórnin ákveða að nýta sér ákvæði í stjórnarskrá og þvinga frumvarpið í gegn án þess að láta greiða það atkvæði í neðri deild þingsins. Síðustu 4 sakborningarnir af 25 í hinu svokallaða bankastræti Club-máli komu fyrir héraðsdóm Reykjavíkur í dag. Allir neituðu þeir sök og höfnuðu bótakröfu. Fjölmennustu þingfestingu réttarsögurar er þar með lokið. Óvíst er hvar dómhald fer fram vegna fjölda sakborninga og verjenda. Mönnunum er gefið að sök að hafa ráðist með hnífum á 3 menn á skemmtistaðnum Bankastræti Club. Sérsveit lögreglu var í tvígang kölluð út í miðbæ Reykjavíkur í vikunni þar sem hnífar eru taldir hafa komið við sögu. Þau átök eru talin geta tengst árásinni í Bankastræti Club. Forsætisráðherra Ísraels fékk ekki frið frá mótmælum í heimsókn sinni til Bretlands í dag. Benjamin Netanyahu kom til Lundúna snemma í morgun til fundar við Rishi Sunak, forsætisráðherra Bretlands. Umdeildum breytingum ríkisstjórnar Netanyahus á dómskerfinu hefur verið mótmælt nánast linnulaust í Ísrael í næstum 2 mánuði og í dag var boðað til mótmæla í Lundúnum. 100 komu saman við Downing-stræti þegar Netanyahu gekk til fundar við Sunak og þá var hrópað að honum að hann væri svikari sem ætti að skammast sín. I'm here because my family and friends in Israel are fighting for the future of the country, and I'm trying to do the little I can to help them because I think they're in a real despair. I'm here because my grandparents escaped the Holocaust. My parents fought the wars in Israel,
And what this person, this corrupted person is doing to the country is ruining it from inside and destroying basically the tectonic, right, stones that what makes Israel. And we want to make sure that he knows that this is not acceptable. Forstjóri samfélagsmiðilsins TikTok satt fyrir svörum hjá þingnefnd í Bandaríkjunum klukkustundum saman í gær. Demókratar og repúblikanar virðast sameinaðir í andstöðu sinni gegn miðlunum. Það var engin rauður dregill sem beið forstjóra TikTok þegar hann mætti fyrir orku- og viðskiptanefnd Bandaríkja þings í gær. Mr. Chu, you are here because the American people need the truth about the threat TikTok poses to our national and personal security. Forstjórinn satt fyrir svörum í 4,5 klukkustund. Þingmenn demókrata og repúblikana eru ekki sammála margt þessa dagana en þeir virðast sameinaðir í efasemdum gagnvart TikTok. TikTok collects nearly every data point imaginable, from people's location to what they type and copy, who they talk to, biometric data, and more. Research has found that TikTok's addictive algorithms recommend videos to teens that create and exacerbate feelings of emotional distress, including videos promoting suicide, self-harm, and eating disorders. Number one, we will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall protected US data from unwanted foreign access. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government. Miðillinn hefur átt undir högg að sækja undanfarið. Íslenska utanríkisráðuneytið bannaði TikTok af öryggisástæðum. Í Bretlandi og Danmörku hefur opinberum starfsmönnum og ráðherrum verið bannað að nota forritið sem og þingmönnum í Noregi og Nýja-Sjálandi. Svo fátt eitt sé nefnt. Bandarískir þingmenn hafa kallað eftir því að TikTok verði bannað alfarið í Bandaríkjunum. 美国政府迄今没有提供任何证据证明 TikTok 威胁美国国家安全，却一再对有关企业做有罪推定和无理打压。 Það heiðskýrt á suðvestanverðu landinu og verður þangað til á morgun. Þau sem að gefa sér stund til þess að líta út fyrir og til himins eftir myrkur gætu oft von á góðu eða hvað Elsa María Guðlaug Strífudóttir. Jú, það það sem við á fréttastofunni fengum veður af í dag, að það geti verið þess virði að kíkja út í kvöld, en hérna hjá mér maður sem mér mun fróðari þessi mál. Sævar, hvað það sem við getum séð í kvöld? Við getum séð himneskt stefnumót tunglsins og Venus í himni í kvöld og það alltaf afskaplega fallegt að fylgjast með svona fallegri samstöðu. Þá sjáum við tunglið svona vaxandi segð á himninum og mögulega smá af næturhlið tunglsins líka sem upplýst á jörðinni og svo það rétt fyrir neðan afskaplega skær stjarna sem reyndar ekki stjarna heldur plánundan Venus. Og það oft sem við sjáum þetta? Sko þetta endurtekur sig einu sinni í mánuði ef Venus á lofti þar að segja á kvöldin, þannig að við þurfum að horfa núna í vesturátt, sömu átt og sólin að setjast og þar blasir við tunglið og auðvitað þessi afskaplega skæra stjarna sem þarna lýsir upp himininn. Þannig að þetta endurtekur sig cirka einu sinni í mánuði, af því að tunglið 1 mánuð farið kringum jörðina, þannig að ef fólk missir á þessu núna, þá gefst annar tækifæri 23. apríl. En það getur nú verið vona meira sjónarspili en þessu? Já, svo erum við að búast til því að það komi yfir okkur ský frá sólinni, sólvindur sem ætti að mynda mjög falleg norðurljós í kvöld líka. Og það bara spurning hvort það gerist í kvöld eða hvort það gerist í nótt, en næstu kvöld líta ágætlega út hvað norðurljósinu varðar og þá getum við séð dansandi litrík og kvik og falleg norðurljós. Og hvenær best að kíkja út? Til að kíkja á Venus og tunglið, þá best að horfa bara núna skömmu eftir að sólinni sest, þá ætti þetta að blasa við en svona kringum 8:30 eitthvað svoleiðis, það svona besti tíminn. Þú ert með sjónauka, það mikilvægt til þess að sjá þetta? Það þarf ekki að nota sjónauka, augu allt sem þarf en það gaman að nota handsjónauka hins vegar og horfa á tunglið gegnum hann og jafnvel Venus líka. En ef fólk á sjónauka, stjörnusjónauka, þá að gera að nota hann líka. Þakka kærlega fyrir, Sævar. Já, það að gera að mæla með því að fólk kíki út í kvöld og ég veit ekki hvort þið sá það á okkur en það líka að gera að klæða sig vel áður en þið farið út. Ef við segjum þessu lokið hérna úr Öskjuhlíðinni. Takk fyrir það, Elsa María, og nánari veðurfréttir hér rétt á eftir. Fyrst ætlum við að segja ykkur af því að slökkviliðsmenn á höfuðborgarsvæðinu hafa sannarlega staðið í ströngu undanfarinn sólarhring. Sinueldur logaði í hrauninu við Straumsvík frá því miðjan dag í gær og fram eftir morgni í dag.
Stórt svæði brunnið en slökkvistarf miðaði einna helst að því að varna því að eldurinn bærist í næstu byggingar. Slökkviliðið vaktar svæðið því að það lifir enn í glæðum hér og þar. Það er erfitt að athafna sig í hrauninu. Björgunarsveitir komu slökkviliðinu til aðstoðar í gær meðal annars með snjóruðningstæki. Og þá það Kastljós kvöldsins, þar verður rætt við tónlistarkonunnar Gugu Sár sem var valin flytjandi ársins á íslensku tónlistarverðlaununum. Svo verður haldið til Ísafjarðar þar sem að tónlistarskólinn heimsóttur og fylgst með undirbúningi hátíðarinnar Aldrei fór ég suður. Og þá komið að veðrinu. Það verður víða kaldi, norðaustanátt, kaldi eða stinningskaldi, dregur heldur úr vindi í nótt og á morgun. Skýjað með köflum og stöku él norðan og austanlands en þurrt og bjart á suðvestanverðu landinu. Þess vegna viðrar vel til þess að skoða tungl. Frost á bilinu 2 til 8 stig en frostlaust sunnanlands yfir hádaginn. Það Sigurður Jónsson sem veðurfræðingur kvöldsins. Og hann segir okkur allt þetta þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Baldvin Þór Magnússon hlaupari setti enn eitt Íslandsmetið í gær þegar hann hljóp 1500 metra á 3 mínútum og 40,36 sekúndum. Íslandsmeistara einvígið í íshokkí karla stendur nú sem hæst en SR og SA mættust í öðrum leik einvígisins í gærkvöld. Og við heyrum í okkar fremsta fimleikafólki sem verður meðal keppenda á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum sem framfer helgina. Það alltaf svona, skemmtilegra þegar mikið af Íslendingum í stúkunni, þannig að það verður bara skemmtilegt. Þetta og fleira til í íþróttum eftir fréttir. Þá það helstu að til í fréttanna hjá okkur í kvöld. Það nötraði allt og skalf þegar að gaskútar sprungu á þaki brennandi hús í Garðabæ í dag. Mikinn reyk lagði frá eldinum. Húsið í byggingu og var mannlaust. Engan sakaði en sjónarvottum var brugðið. Leiðtogar Evrópusambandsríkja segjast vissir styrkleika evrópskra banka en á sama tíma féllu hlutabréf í Deutsche Bank, stærsta banka Þýskalands 14%. Aðrir bankar lækkuðu einnig í verði. Innviðaráðherra boðar aðgerðir í húsnæðismálum í fjármálaáætlun ríkisins sem verður kynnt eftir helgi. Áhersla verður lögð á hlutdeildarlán og uppbyggingu húsnæðis á viðráðanlegu verði. Ferðamálastjóri vill taka öryggi á ferðamannastöðum föstum tökum. Banaslysið í Glym kalli á að gera betur og laga hlutina eins og hægt sé. Forstjóri TikTok sat fyrir svörum klukkustundum saman á Bandaríkjaþingi í gær. Bandaríski þingmenn hafa kallað eftir allsherjarbanni á miðlunum. Og næstu fréttir klukkan 10 kvöld í útvarpinu og svo minnum við ykkur á vefinn RÚV sem aldrei sefur og þessum fréttatíma lokið við bjóðra. Segjum njótið helgarinnar og verðið sæl. Finnur nokkuð til?